Þetta Magnús Eldhús meistarana. Vík í Mýrdal. Við ætlum að taka hús á þeim hérna, veitingarhúsunum og hótelinu. Rosalegu ferðamannabær á sumri og vetur. Við ætlum að koma og kíkja á þá. Takk fyrir! Þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana. Við höfum verið að fara allstaðar, eyjar og Vestfirði og austan og núna erum við stödd í Vík. Ég hafði spurnir að þessu að hérna væri skemmtileg ferðaþjónusta og ég var nú svona, ég vissi að það væri svolítið að gera en ég átti ekki alveg von á þessu hvað þetta væri mikið umfang og hvað þetta væri mikið í gangi hérna og framtíðin björt. Hann er búinn að vera að segja frá okkur hérna. Hann Elías ekki? Stemmir. Og hann sem sagt ferðamála förumöðurinn hérna og er með gistingu og mat. Þú ert með hérna 170 herbyggi maður og ert að fara að stækka? Nei, 88 herbyggi. Já, fyrir ekki það rétt. Já, sérðu hvað maður röglega. Já, eðlilega bara. Já, 170 rúm, sagður. Ég myndi það. Já. Og ef við segjum aftur frá því að hérna eru 500 manns og 1100 rúm á 40 km radi, er þetta rétt hjá mér? Já, þetta er rétt. Rétt eftir mér haft. Heyrðu, þú veist, á þessu svæði 40, þetta er svolítið magnað og gaman að því og eins og þú sagðir, það eru mörgir stóri staðir hérna, við segjum kannski frá því seinna og svo er bara á hverju sveitabíli ykkur skona gisting, þannig að það er bersýnilega þörf fyrir þetta. Já, það er þörf fyrir þetta og bara á seinustu árum þá hafa bændur hérna í Mýrdalnum verið að bæta við sig, breyta sínum húsum eða húsum sem hafa verið til staðar í undirgistingu, heimagistingu eða svefnbókagistingu eða eitthvað slíkt og þetta selst allt, þannig að þetta er bara frábært. Og þegar fjölbreytnin er svona mikil hvort sem það er í gistingu eða veitingum þá náttúrulega sækja okkur bara fleiri heim, þannig að það er bara frábært. Og þú sagðir það í gríni bara eftir við sem stækkum meira þá bara eykst þetta hjá okkur alltaf meira og meira. Já, eykst nýtingin sko. Já. Heyrðu, en segðu mér, nú ætlum ég að fara aðeins í veitingarnar og ég var að heimsækja hann hérna Jónas í Fagradal. Já. Ég var rosalega mér finnst þetta svo skemmtilegt og hann er búinn að vera í sko síðan 90 og byrjaði 89 og hérna byrjaði að framleiða á þessum tíma og það var svo gaman sko að þetta er bóndi, rollubóndi með 300 rollur og svo er hann með bleikju eldi og hann er búinn að gera þetta nú í 20 ár og hans markasvæði er bara 40 km radius og hann sér þér til dæmis fyrir bleikju. Já, algjörlega og hefur gert í öll þessi ár. Já. Við höfum tekið sko bleikju frá því vorum með sem sagt restaurantin og ströndin hérna hinum megin og svo eðlilega náttúrulega bara í dag með 200 manna salin hér þá veitir nú ekki að hafa svolítið í svanga ferðalanga. Og hann sagði mér það einmitt að hann væri hættur að selja í búðir og hann rétt annaði og hann sagði bara, heyrðu, þegar Elías eða þeir hringja þá bara slátra ég, þannig að þú þarft aldrei að sita bleikin í frost. Nei, ferskur fiskur, þetta er frábært. Og svo sagði hann mér það líka sko að þetta, sko hann er með hérna rafstuð sjálfur, síðan bara 1928, ég man þetta ekki alveg og 55 endurnýjaðan og þetta kemur bara beint úr fjallinu og vatnið er kaldara og hérna fiskurinn þéttari. Ertu ánægður með þennan hérna þessa bleikju versus aðra bleikju? Já, við sem hefur náttúrulega ekkert bara förum ekkert annað. Nei, þú smakkaði hann annars staðar. Jú, ég smakkaði hann annars staðar. Og hvernig finnst þú, hún náttúrulega best? Bleikjan hans Jónasar er náttúrulega mjög góð og okkar gestir eru virkilega ánægðir með þetta. Og við keyrum rosalega mikið á lamb og bleikju og þar er bleikjan hjá honum Jónasi og svo lambið frá honum Fúsa á Borgarfelli. Borgarfelli sem er? Það er aðeins austar, það er austur í Skaftártungu.
Hérna og þetta náttúrulega það sem að fólk kann líka meta, það verið að nota það sem okkur næst. Já, og það nú oft með þessu hóteli út á landi, fólk reynir að ná í sveitirnar og það er gaman að segja við, já þetta bara hérna rétt hjá. Akkurat. Og þetta fílar túrhestinn, túrhesturinn. Já. Svo erum við með ísframleiðslu, hérna bara hinum með fjallið. Já, og þú ert með það matselum hér. Algjörlega. Það eftirréttirnir eru fossís. Nákvæmlega. Þetta frábært. Já, við vorum að reyna að helsa upp á hann kannski einhvern tímann eða núna, við sjáum til hvort það höfum tíma. Já. En segðu mér, hérna ertu með 200 manna sal og hérna ertu með opið alla daga vikurnar á kvöldin. Já, hér opið alltaf frá 6 til 10 á kvöldin og hér tökum við náttúrulega hópana líka. Já, er morgunmaturinn hér líka? Já, hér er morgunmaturinn líka. Það frá 7 til 10 á mótnana og þetta hefur verið mjög fín nýting á þessu, við erum með 60-70% heimtur á okkar hótelgestum sem að þykir bara ansi gott. Já, sem að kemur að borða. Og þú sagði mér líka að það væri fullt á öðrum veitingastöðum hérna sem að það væri samkeppni við þig og þú heldur þessu samt. Þetta er samkeppni, þetta er samvinna. Undra maður, nei. Þetta er bara, það var allir nóg. Já, það er út á það Ég heldur leiðum mér að segja að það eru allir veitingastæðirnir sem eru þú opnir allavega núna þegar við tölum þetta í lok október, þeir eru fullir á kvöldin. Já, það er æðislegt. Já, lok október, sjáðu það. Já. En ég nú líka, þetta var ekki svona. Ég reik nú hann að veitingastæði líka út á Granda, þú veist, ég að sjá allt annað umhverfi og það eru bara menn að sjá allstaðar í kringum blandið aukningu, þannig að, þú veist, að ég held að allir fái sneiða á kökunni. Sneiða á kökunni, mismikla þó, en það er klárt mál að það virðist vera vöxtur allstaðar. Já, en segðu mér hérna líka, þú ert með flottan stað hérna og þetta er í flottum og þetta er í standard Icelandair og svona. Síðan ertu líka með hérna Víkurskálan. Já, Víkurskála í Vík í Mýrdal, hérna bara hinum með götuna. Já. Og þar sagði mér að kemur meðaltali 40 rútur á dag. Yfir sumarið, má segja kannski svona í 4-5 mánuð ári, þá erum við með þetta 30, 40, 50 rútur á dag. Já. Og það eru þetta náttúrulega gríðarlega mikil trafík og gaman að því að það skulle ganga þó allavega þetta vel. Já, en ég tók eftir því, ég nú búin að fara hérna á Jökulsárlón og maður brennir hérna í gegn og maður hefur oft stoppað hérna, þú veist, og hérna ertu líka með hérna, það er náttúrulega, maður fór hringinn í kringulandi þá var maður að borða hamborgara, mismunandi góða, ég segi það alltaf, ég vil aldrei vera neikvæður, en þeir voru mismunandi góðir. Hérna tók ég eftir að þú ert með rétt dagsins, þú ert með gúllas og plokkfisk og bara mannsæmandi verði, segi ég, 2600 krónur, vel út í látið. Við fórum í þetta því að það var nú kannski grillið hjá okkur var bara eiginlega að springa. Já. Og þá fórum við svona leita leiða hvernig getum við komið þessum rútum sem við nefndum áðan, sem hraðast í gegn. Og þá fórum við að malla plokkfisk, gjörum með kjúklingagúlas og síðan lambagúlas. Og þetta mókast út alveg fleiri 20 kíló á dag. Ég og þetta léttir auðvitað hellinga á grillinu og eykur hraðan í afgreiðslunni. Og fólk vil líka... Því að rúturnar hafa auðvitað takmarkaðan tíma til að stoppa, við tölum bara þær. Þetta eru kannski 45-50 mínútur, 50 manna rúta. Það þarf að keyra þetta ansi hratt í gegn og þetta þarf að ganga ansi vel. Og þú farið að stakka þetta bráðum og... Ef ég ætti þetta, þá væri ég löngu búinn að stakka þetta. Þannig að það kemur að því eitt góðan viðöld að það er pólitík í því, heyri ég. Heyrðu, en núna, hérna, bara þetta er búið að vera ansi gott og fróðlegt viðtal og ég vil hvetja alla hérna áhorfendur í INN alland að koma og kíkja hérna og þeir eru örugglega búin að koma hérna við og þú segir að sandarnir, hvað er svona það flottasta við þetta svæði hérna? Það eru sandarnir og hvað kallaður þess að dranga aftur? Það sér hvað ég nú góður í. Þetta eru reynistrákar. Reynistrákar, þeir kalla... En við skulum ekki taka neitt út. Nei. Það er klárt mál að þetta er samblanda því allavega það sem ég heyri, það eru sandarnir, jöklarnir og fossarnir. Já. Það er það sem menn koma til að skoða og náttúrufegurðin. Bara náttúrufegurðin í heild sinni, klárlega. Og við höfum það allt hér. Og þú ert bjartsýnn á framtíðina í gistingu og mat. Algjörlega. Og fyrir samfélagið í heild. Já, og þú ætlar að vaksa með þessu bara eftir efnum og ástæðum. Ég heyri það bara. Algjörlega. Þökkum kærlega fyrir. Sömuleiðis, takk fyrir.
Já, komið sæl áhorfendur góðir, þetta eldhús meistaranna. Við erum hérna á Vík og við erum að segja frá hérna veitingamennskunni hérna. Okkur var sagt frá þessum stað hérna að hér væri bara skemmtileg viðbót í veitingaflóruna. Alveg merkilegt, hérna eru sko 1100 gistipláss, þetta 172 kilometrar á Reykjavík, það mikill straumur hérna að ferðamönnum og þeir þurfa að borða. Ég hafði spurninguna af þessu veitingastað hérna væri skemmtilegur og líflegur staður og alveg nýr, ungt fólk sem að byggja þetta upp og ég ætla aðeins að heyri þig hljóðið og nafnið er? Ég heiti Ben. Ben? Patravati, kallar Ben. Já, og þú ert svona hálf Thailand sagður mér. Jú. Og nafnið þitt er? Ég er Óðinn Gíslason. Já, og þú ert innfæddur hérna Mýrdælingur. Já. Víkveri, áttur heima hérna áður fyrr? Já, alla tíð. Já, og þú ert hérna eiginmaður hennar og þið er 4 börn. 4 börn. Og þú ert svona með puttana þú ert svona í smíðabransanum, þú ert ekki beint í rekstrinum, þú styður konuna. Já, ég þarf að koma og vaska upp eða vantar. Já, og hjálpar og sem sagt, systir þín er líka í eldhúsinu að elda. Já, og meðeigandi. Við erum 3 með þetta. 3 saman. Já. Og þið eru 2 í eldhúsinu að elda. Já. Nú þá er bara fyrsta spurningin, þetta heitir, hvað heitir þessi staður? Suðurvík. Já, og segjum að Suðurvík veitingarhús. Já, veitingahúsið Suðurvík. Já. Og þegar hérna, skal ég segja, fólk er að koma hérna á Vík, ég get alveg sagt ykkur það, ég er búin að koma oft hérna framhjá, ég stoppa hérna og fæ mér pulsu í hérna Víkurskála og bruna svo áfram því að það hefur ekki verið mikið veitingaflóruna hérna á staðnum. Nei. Þetta er allt bara að koma núna á síðustu árum. Já. Bara núna, við kaupum hérna þetta hús 2012, þannig að við erum búin að vera með þetta í 3 sumur og síðan þá erum við konið 2 nýjir staðir, þannig að þetta er orðið 5 restaurantar hérna í 500 manna samfélagi. Það hlýtur að teljast nokkuð gott. Já, það er 5.000 í Vestmannum og 30 veitingastæðir. Þannig að og við erum hérna, ég með 2 restauranta út á Granda, það eru konir 14 eða 15 veitingastæðir þar og er að aukast, þannig að við erum öll að fá hérna piece of the pie, hlut á kökunni. Já, og þið eru svona alveg skemmtilegt, þið eru ungt fólk hérna að búa að taka þetta rosalega flotta hús í gegn og búa til veitingarhús á 2 hæðum. Hvað er þetta stórt? Þetta eru rúmið 200 fermetrar. Já, og hvað eru mörg sæti sem að 60 sögðu uppi? 60 uppi, 30 hérna niðri. Já, 90 manns eins og svo sögðu mér ofta að það væri bara 2 sæti hérna á kvöldin í sumar. Og þetta er mjög gott sumar. Og þetta er fyrsti veturinn sem þið hafi opið hérna öll kvöld. Já. Og þið eru bara alveg óbangin við það? Nei, þetta er bara flott. Já. Og þið standið líka vaktina og eru eigendur og þetta gengur út á það að vera bara flottir. Og hvenær byrjuðu þið sérst, hvenær fyrsta veitingasumar að ykkar? 2013. Já, sumarið? Já, 8. júní 2013. Já, og þá er 2014 og 2015 og þetta er 3. sumarið. Já. Og finnið þið fyrir mun? Já, mjög. Var gott í sumar? Mjög gott. Bara dollarar í honum? Já, algjörlega. Þetta var rosalega aukning frá því fyrra. Já. Við erum þetta svo nýja á kortinu líka. Já, og líka við vorum lítið þekkt í fyrra. Já, líka búin að læra. Man er að sjá þið mig bara, ég vissi ekki af þessum stað, ég spyr og fólk að ferðast, menna þetta tekur nú líka á staði út á landi svolítið tíma að koma sér á kortið. Já, ekki spurning sko. Hvaða mat eru þau svona helst að bjóða upp á? Þetta er búið að svipa á hinum stöðunum. Það eru pítsur og steikalokur og svo er þetta lamb og bleikja. Já. Ég tók eftir því að það var stór pítsuofnaður og stór hrærivél. Þið gerið bara allt sjálf. Jú. Þetta er ekkert svona tilbúnar pítsur, keyptar, frosnar og hittar? Nei. Þetta er bara orginal? Þetta er alvöru sósa og allt? Degið alveg gert. Ég spurði líka svona við ykkur, hvað er svona vinsælt? Það er bara allt af öllu og ég tók eftir að matseðlinn, hann var ekki langur
ég tók að þið eru með hérna forrétti og þið eru með salat, margar tegundir af salatum og svo eru þið með pítsur og svo eru þið með bleikju, lamb Svo 3 tælenskrétti. Já, tælenskréttinni. Og svo tælenskrétti og þú. Ekki gleyma þeim. Nei, ég tók eftir því og ætlaði með að spyrja þig meir út í það og þú hérna kannt elda svolítið tælenska mat. Já, svolítið. Ég svona, já. Ég rosalega hrifin af Tælandi. Ég fór til Tælands, kona mín nú frá Filippseyjum en ég sagði við hana hérna með allri virðingu fyrir Filippseyjum þá betri maturinn á Tælandi. Og ég er búinn að fara oft á tælenska staði í bænum. Ég finnst það góði, þetta svo mikið skemmtilegum bróðum í tælensku mat, þú veist, sætt og súrt og kryddjurtirnar og allt þetta. Ég sá að það var palang hérna, einn af minna eftirlitsréttum og hérna, og í karri og hvað var meira? Og satay. Satay. Já, ég er með þessa 3, svona til þess að hafa eitthvað. En þú gleymir einum sem er uppáhaldið mitt maður, Massamann. Já. Hann kemur seinna. Hann kemur seinna. Já, en fólk finnst og líka það er mikið af fólki frá Asíu sem er að koma og það fílar að fá hrísgrjón. Það er eins og kona mín, hún bara, er þetta að fá hrísgrjón? Er þetta að fá hrísgrjón? Sumir bara vilja þetta og þetta er bara gaman. Og staðir svona út á landi, það þarf að vera með mikið úrval og hafa bara gaman að þessu. Það er greinlegur aukning í Asíubúunum á veturna, sko. Já. En segðu mér, þið eru með kökur líka og hvað er það? Já, það er eitthvað af eftirréttum. Við erum með hérna rabarbragraut í eftirrétt. Já, tínum hann sjálf og hreinsum hann og Hræddu mig hérna að hlaupa allt andan? Já, við gerum rabarbragrautin hérna sjálf og hann er svolítið vinsæll. Fólk er svolítið forvitið að prófa það, sko. En er fólk að taka margrétt eða einn rétt? Það er voða misjafnt, já. Það er enda svolítið mikið það að þau eru svo sött. Þetta er svo vel út í láti hjá okkur að þau komast ekki eftir réttina. En jú, þetta er alveg allur gangur á þessu. Svo erum við ís hérna, heim að gera nýs hérna á sveitinni. Og frá hvaða stað? Það er Fossís. Já. Og er hann ekki vinsæll? Segið þið frá því? Jú. Það er allir æstir í þetta. Það er rosalega. Svo tók ég eftir hérna uppi. Það var skemmtilegu bar og svona og við erum að fara hérna á fílaveisluna og svo verður ball hérna í kvöld. Er þið oft með böll? Nei, þetta kemur fyrir öðru hvoru. Fáum trúbador eða eitthvað til þess að spila. Já. Og þá bara djammaði fram á nótt? Já. Það þýr ekkert annað, sko. Nei. En er þetta svona eini staðurinn sem er með svona lifandi tónlist? Nei. Það er á fleiri stöðum? Já. Ströndin er alveg að velja dagsetning oft, sko. Hvernig er hægt að halda eitthvað? Það er oft mikið að gera á hinum stöðunum líka, sko. Þannig að maður vil helst reyna að skipta þessu niður á helgarunum. Já, hann sagði það líka Elli hérna á Icelandair Hotels. Það eru fullt af veitingastöðum og það er mikið að gera á þeim öllum. Þannig að það er allir svona jákvæðir út í alla. Það gengur út á þá svona litlu samfélagi að allir séu vinir. Ekki spurning. Þetta er gott samstarf á milli. Þegar maður gleymir að panta eitthvað eða vantar eitthvað, maður fer bara og fær lánað. Það er voða þægilegt, sko. Æðislega gaman. Gangi ykkur bara rosalega vel með þetta og gaman að koma til ykkar. Takk fyrir það. Takk fyrir það.